ykkur frá keltunum og koma svolítið inn á keltneska íhugun sem íhugunarform sem ég kynntist út í Noregi fyrir 1,5 ári síðan af presti sem var að halda námskeið svona alls konar ólík íhugunarform. Bæði hérna heima á Íslandi og út í heimi þá fólk smá saman að enduruppgötva þessar andlegu hefðir frá Bretlandi. Og ég búinn að grúska svolítið í keltneskri kristni undanfarin ár og ég sé að það ekki bara kristnifólk sem að kafa í þennan gamla arf, þetta líka tónlistarfólk og skáld, listafólk og rithöfundar. Það hægt að sjá áhrif frá þessum gamla keltneska arfi. Ég skrif Tolkiens og C.S. Lewis og eins líka bara í Harry Potter heiminum. En svo þegar það kemur að trúarhópum þá það bæði nýheiðnir hópar eins og Ásatrúarfélagið á Íslandi og svo kristnir hópar sem að sækja í keltneska arfinn. En þegar við erum að skoða það efni sem til keltana þá samt gott að hafa það í huga. Þetta var allt sem skrifað af kristnum munkum. Þannig að maður þarf eiginlega að lesa það með þeim gleraugum. Og hérna á Íslandi þá félagsskapur sem það áhugasamur keltneska kristni og þau að vinna í því að byggja þetta útialtari á Kjalarnesinu. Mér skilst að svona innsti hringurinn hérna kominn, en þau víst komin með fjármagn til þess að klára þetta útialtari og þetta á að vera svona á þeim slóðum þar sem að fyrsta kirkjan var reist á Íslandi. Ég svo sem ekki mikið inn í þessu, en ég geri það ráð fyrir að það hefði verið einhver írsk kristin kirkja. Esjubergi. Þetta Esjubergi. Svo ég segi ykkur aðeins frá þessum keltum. Þá ætla ég að byrja að segja að þeir lifðu á tíma. Við erum að tala þetta yfir 2000 ára gamalt samfélag, 2500 ára gamalt samfélag sem við erum að tala Þeir lifðu á tíma þar sem að heimurinn hékk ennþá saman og allt lífið var skilið sem ein heild. Í dag þá svona tvíhyggja ríkjandi. Við skiptum heiminum í það sem veraldlegt og það sem heilagt. Náttúra og menning, draumar og rökhyggja, skynsemi og tilfinningar, andlegt og efnislegt. Þetta var bara ekki til í hugsun fólks á þessum tíma. Andlega lífið þeirra, það var heilt. Allt var heilagt. Og það eitthvað sem maður þarf að taka með sér þegar maður kafar í þennan arf. Og þetta líka eitthvað sem ég held að geti þá hjálpað okkur. Það að segja, þegar við köfum í þennan arf, við erum að skoða trú og samfélag þessa fólks sem lifði í heilum heimi. Ég held að það geti gefið pínu heilun inn í okkar líf, inn í okkar samfélag sem ofta tíðum í heiminum. Og það að skoða keltneska arfinn, ég alveg viss að það getur gefið okkur aðra sýn á heiminn og kennt okkur að lifa lífi í rytma náttúrunnar, í rytma Guðs og sköpunarverksins og alls sem Keltarnir, þeir voru eiginlega einn þjóðflokkur. Þetta var hópur þjóðflokkar sem bjuggu í Mið-Evrópu, norðan við Alpana, kannski fyrst og fremst í Austurríki. Og við byggum þar í nokkrar aldir áður en við hefjum okkar tíma þar. En svona upp úr 800 eða 700 fyrir Krist þá fara að breiða úr sér. Þegar á glærinu sjáðu gula svæði svona þeirra heimasvæði. En síðan fara þeir frá Mið-Evrópu, suðaustur til Grikklands og Tyrklands. Þeir fara suður til Ítalíu og Spánar, vestur til Frakklands og Bresku eyjanna. Og þeir voru mættir til Bresku eyjanna í kringum 600 fyrir Krist. Og þar blandast þeir þjóðflokkum eða menningarsamfélögum sem við vitum ekki neitt nema hvað. Að þau samfélög skildu eftir sig stór merkilegar minjar á borð við Stonehenge og Newgrange. Newgrange á Írlandi og þar inni var einhver víkingur sem risti í vegginn. Man einhver hvað hann heitir? Hann risti, segir hann heitir Þórólfur. Þórólfur var hér. Þannig að það búið svona sú hefð ekki bara eitthvað sem við sjáum í dag, sko. En já, það lítið sem við vitum keltneska menningu
áður en kristnin kemur til sögunar, miklu síðar. En það sem til af heimildum eru sögur sem gengur mann fram af manni, bara eins og okkar sögur þar til að einhverja snillingi, eða það að segja kristnum munkum datt í hug að fara að skrifa það niður. Í samfélagi kelta á þessum tíma þá vitum við að það voru 3 stéttir sem skiptu ansi miklu máli í að viðhalda hefðinni. Það voru völvur, eða spámenn sem bara ábyrgðu á því að halda lífi í sögum samfélagsins og sjálfur heimsmyndinni og hefðunum. Svo var það skáldin sem héldu lífi í kvæðaarfinum og drúítar sem voru í raun prestar eða sjamenn þessa samfélags. Og þeir sáu trúarathafnir, þeir gátu spáð, þeir gátu bölvað og þeir gátu blessað. Og þessari mynd þar sjáum við svona nýheiðna samkomu drúíta stéttarinnar skils mér. Þetta er bara eins og blót hjá Ásatrúarfélaginu. Erum við stólu? Erum við stólu, ég hjó eftir því, þetta var áhugavert. Og munkakuflaði? Já, það sækir svona áhrifin úr ýmsum áttum. En það sem þetta gefa sér trúarlíf keltanna fyrir kristni, það að þetta var fólk sem trúði því að náttúran sjálf væri uppfull af vættum, gyðjum og guðum, af því að náttúran sjálf væri heilug. Þegar kristnin berst til bresku eyjanna á 5. öld, þá blandast hún saman við þessa menningu keltanna sem var til staðar. Það yrði engin svona sterk skil eða siðaskipti á bresku eyjunum á þessum tíma. Keltarnir þeir í raun lítu bara að heiðna arfinn sinn sem sitt gamla testamenti. Og mikið af þeirra túlkun á kristindóminum svona blandaðist inn í þeirra gömlu heimsmynd. Völvur og skáldin héldu bara sínum störfum áfram en unnu núna á kristnum forsendum. En drúítarnir þeir hurfu smá saman þegar þeir voru ennþá fulltrúar gömlu prestastéttarinnar. Sýn keltanna á náttúruna og heiminn, hún var algjörlega tekin inn í þessa keltnesku kristni sem fer að þróast á eyjunum. Og í gamla átrúnaðinum þá var það vanan að gyðjur og guðir ferðuðust alltaf 3 og 3 saman. Og þess vegna féll kenningin þrenninguna rosalega vel að trú keltanna. Þannig að þetta gekk rosalega smurt fyrir sig þegar að það hófst kristið trúboð á eyjunum. En það sem var kannski svolítið krefjandi að það voru í raun engar borgir eða bæir. Þetta voru svona ættbálkasamfélög. Og munkarnir sem komu með kristnin til eyjanna, þeir byggðu þessi klaustur sem urðu starfsstöðvar þeirra og þar kom fólk og fékk að búa til skemmri eða lengri tíma og hélt síðan heim til síns ættflokks og miðlaði trúnni og miðlaði því sem þau hefðu lært. Þannig að keltarnir kynntust kristninni gegnum líf munka og nunna og tóku það sem þau lærðu heim með sér. Og eins ferðuðust munkarnir svolítið á milli samfélaga og fengu að dveljast hjá fólki. Og þetta leiðir í raun til þess að það varð til alveg sérstök keltnesk kristni eða keltnesk útgáfa af kristindóminum sem fékk að blómstra frá 7. öld fram á 9. öld. Og þetta var kristni sem var tengd náttúrunni og landslaginu með djúpum rótum, heilagir staðir voru mikilvægir og svo hugsun að allt væri lifandi og að guðleg nærvera væri í öllum hlutum. Og það sem áhugavert að konur höfðu alveg nokkuð sterkar stöðu í þessum samfélagum. Myndlist, handverk, sköpun og ljóðlist, þetta var allt saman, þetta var ákveðin trúarefni að stunda þessa hluti. En þrátt fyrir að hafa fengið að mótast svolítið sjálfstætt þarna hér að veraldar, það voru keltarnir alls ekki einangraðir frá heiminn eða guðfræði meginlandsins. Keltneski munkar, þeir áttu í nánum samskiptum og tengslum við Evrópu og Mið-Austurlönd. Þeir sigldu niður til Rómar og lásu þar bækur eftir Ágústínus og voru velta sér upp úr guðfræði samtímans. Fóru líka niður til Egyptalands til að hitta eyðimerkur, feðurnar og mæðurnar. Það er einsötu fólk sem hafðist við þar í eyðimerkunum og íhugaði. Þannig að keltarnir, þeir sóttu sér innblástur í Biblíuna, í fjölbreyttar birtingarmyndir kristindómsins, gömlu hefðirnar sínar
Og á þessum ferðum sínum yfir meginlandi þá komu þeir víða við og jafnvel settust að annars staðar svo að keltnesk kristni náði að sá fræjunum sínum víðar en bara í Bretlandi. En svo gerist það á 8. öld að hinn eiginlega keltneska kristni hún byrjar að hverfa af opinbera sviðinu á Bretlandseyjum. Og það var fyrst og fremst af því að rómversk-kaþólska kirkjan vildi fara að vinna meiri einingu í trúarefnum en ekkert síður af því að víkingarnir hófu sínar árásir á klaustur á þessum tíma. Drápu munka, rændu verðmætum og eins þá bitnuðu átök á milli ættbálka stundum harkalega á kirkjunni og klausturunum. En þrátt fyrir það, þá lifði þessi kristni keltneski arfur með þjóðinni og í barnatrúnni og barst þannig frá kynslóð til kynslóðar og lifði af. Og við erum eiginlega komið þangað sem að þessi keltneski arfur byrjar pínu að snerta okkur. Og þetta er svolítið svarthol í sögunni og ég var að segja áður þetta byrjaði að þegar ég var í mínu guðfræðinámi þá langaði mig að skrifa ritgerð keltnesk áhrif á kristindóminn á Íslandi. En prófessorinn sagði mér að gera það ekki af því að það væri í raun bara ekki til heimildir það. Það væri allt saman bara svona tilgátur og svona einhverja fantasíur. En það sem við getum vitað með vissu er að 60% kvenfólks á Íslandi ber DNA frá Bretlandseyjum. Við vitum það að norrænir menn settust þar að, tóku sér þræla, vinnufólk, kvæntist. Þannig að í þessu norræna landnámi Íslands þá má ætla að það hafi verið heill hellingur af keltnesku og írsku og bresku fólki sem að fór með okkur, eða var þarna. Við vitum á Pöpunum fyrir austan og eitthvað á Suðurlandi og það er jafnvel til einhverjar heimildir sem benda til þess að hér hafi verið keltneski munkar í jafnvel nokkra áratugi áður en norrænu landnemarnir koma. Og það er rosalegt að láta ímyndunaraflið bara hlaupa með sig og ég sjálfur, ég óska þess og vil trúa því að það hafi verið að einhverju leyti keltneskt samfélag hérna áður en Norðmennirnir komu. Og ég held að keltnesku áhrifin séu miklu meiri en Íslandingabók og landnáma gefa uppi. Og við getum kannski spjallað það eftir hvort það til dæmis að sé einhver spor af keltneskri kristni í okkar kirkjusögu. Og við Gunnlaugur vorum að spjalla daginn Guðmund góða sem ferðaðist Ísland og blessaði brunna og reyndi að helga landið, helga náttúruna. Hann var til dæmis afkomandi Helga Magra og Þórunnar Hyrnu sem sigldu hingað frá Suðureyjum, í Írlandi. Svo ef við höfum trú á því að keltneski arfurinn geti lifað í barnatrúnni, þá má alveg leyfa sér að fabúlera með það að Guðmundur góði hafi átt barnatrú með einhverju keltneskum áhrifum. En ég er kominn svona lengra heldur en ég má vera að fara held ég. Það aftur í eitthvað sem við vitum á 19. öld. Þá hóf maður sem heitir Alexander Carmichael að safna bænum, ritúölum, blessunum og sögum sem hefðu lifað frá keltnesk kristna tímanum. Og hann var að safna hlutum sem voru jafnvel enn í notkun í vesturhluta Bretlandseyja og Írlandi. Og þetta er á þessum rómantíska tíma þegar að til dæmis Jón Árnason ferðaðist Ísland og safnaði þjóðsögunum. Þetta er tími þegar var verið að leita þessum svona sérkennum þjóðanna. Og í dag það eru margir sem leita í þessar fjársjóðskistur. Það er búið að þýða allt sem að Carmichael safnaði yfir á ensku. Hann safnaði þess að gelískum bænum og blessunum og textum. Það er búið að þýða það allt yfir á ensku og sumt yfir íslensku. Og þetta hefur orðið til þess að auðga trúarlíf þeirra sem eru svolítið heilluð af kristinni náttúrukirkjunni. Fólk sem leitaði guðdómsins í sköpunarverkinu. Og það hefur líka orðið svolítið stórt hreyfiafl í þessari svona keltnesku enduruppgötvun að það er búið að stofna 2 kyrrðarsetur á Bretlandseyjum sem eru helguð keltneskri kristni. Annars vegar á Lindisfarne sem að fólk kannast nú við. Það var upp á Víkingaaldari þegar ekki þegar það var lagt í rúst. Og svo klaustur á eyjunni Æjónu. Þetta eru 2 kyrrðarsetur þar sem er hægt að fara í styttri eða lengri tíma.
Það til að vinna í því að læra að sjá heiminn með gleraugum keltanna. Núna ég búinn að fara svolítið yfir söguna og við erum meira en hálfnuð. En áður en ég ætla að fara inn í keltnesku íhugunina, þá ætla ég að segja ykkur frá smá kjarnaatriði í trúarlífi kristnu keltanna, sem hugmyndin þunna staði. Þunnir staðir, það eru staðir þar sem að skilrúmið á milli himins og jarðar bara eins og gegnsett slur. Keltarnir líta á þetta sem heilaga staði þar sem við í raun upplifum að við getum snert á eilífið, að við séum í návist einhver sem er æðra og stærra en við. Og þetta eru staðir þar sem við upplifum eins konar dyr eða glugga inn í Guðsríkið. Svo við bara finnum það í alveg í huga og við finnum það í hjartanu, það er eitthvað undur sem að snertir okkur. Og það eru margir sem kannast við að eignast svona lotningafullar upplifanir þegar þau heimsækja gamla staði eins og gömul klaustur eða kirkjur eða stórar miðalda dómkirkjur. Það eru töluvert margir sem kannast við að upplifa þessa lotningu og upplifa þið heilaga úti í náttúrunni, í fjörunni, í skóginum eða upp á fjöllum. Þessi tilfinning þegar rennur upp fyrir okkur hvað við erum lítil og að við séum eitt með þessu öllu. Það þessi fríður og lotning alveg bara svona sest yfir okkur. Og það sem ég líkar við hugmyndina þunnu staðina frá keltanum að þeir gerðu ráð fyrir því að Guðs ríki væri í rauninni nú þegar undir og yfir og allt umkring. Þeir bara gerðu ráð fyrir því að hvert augnablik, hvers dagurinn væri gegn sósa í heilagri nærveru. En við næðum ekkert alltaf að tengjast þessari nærveru. Það er eitthvað við gamla staði og fallega náttúru sem hjálpar okkur að komast í þessi tengsl. En það sem keltneska íhugunin gerir að hún hjálpar okkur að gera hversdaginn þynnri. Það er í raun ekki þannig að keltarnir hafi átt eigin hugleiðslu aðferð. Það sem við köllum keltneska íhugun í raun alls ekkert ósvipað núvitundar íhugun. Við erum til staðar í okkur sjálfum. Við erum meðvituð umhverfið okkar. Núvitundin, hún stoppar yfirleitt þar. Það sem kallað keltneski íhugun, það tekur okkur skrefinu lengra og býður okkur að vera meðvituð lífið í öllu sem við erum að horfa á. Meðvituð að Guð í þessu öllu og við séum hluti af þessu öllu. Eins og heyrðum þá sáu keltarnir nefnilega guðdóminn í öllu. Í náttúrunni, í landslaginu, í samferðafólkinu sínu, í starfinu sínu, list, í hvíld og sorg og gleði, lífi og dauða. Af því að Guð var alltaf innanhandar, alltaf nærri. Og lífið sjálft það var bara ákveðinn dans við Guð. Og þannig ber að skilja mörg af ljóðunum og bænunum sem við eigum frá keltunum. Og ég veit nú ekki hvort ég kannist eitthvað við, en þetta ég fletti bara bænabókum sem ég átti og fann þar þessar keltnesku blessanir. Drottinn blessi þig hvar sem þú kemur, Drottinn blessi þig hvar sem þú ferð. Drottinn fylgi þér á ferðum þínum og blessi þá leið sem líkst upp fyrir þér. Megi hjarta þitt eiga lag, varið þína bros og fingurgómar þínir ekkert nema gleði. Mér finnst þetta að vera svo hversdagslegt. Mér finnst þetta að vera svo mikið bara í lífun okkar hér og nú. Alltaf eiga blessun. Og svo ég hoppið, svo þekktasta líklega megi leiðin ávallt vera þér fær, megi þú alltaf hafa meðbyr, megi sólin skína á andlit þitt og regnið falla milt á akra þína. Og eins og við hittumst á ný, megi Guð halda þér varlega í hendi sinni. Það var, ég man ekki hvað hann heitir, það var einhver sem tók þessa gömlu blessun og samdi sálm út frá henni. Alveg gífurlega fallega sálm, sem heldur svolítið í þessa kjarnaþætti úr blessuninni. Ég ætla líka að sýna ykkur brot. Þetta frásögn sem Alexander Carmichael skráði eftir konu á Suðureyjum.
Og hún sagði að mamma bað okkur að syngja morgunsöng til Guðs í útihúsunum, eins og smáfuglar Maríu Guðsmóður í himnum og þrestir Krists í trjánum. Þannig myndum við lofa sköpunverk Guðs og þakka fyrir hvíld næturinnar, ljós dagsins og gleðina í lífinu. Hún var að segja hver einasta skepna á jörðinni, í hafinu og á himnum lofaði Guð sköpunarinnar, en að svo ættu það þegja. Byrja daginn á að fara út í fjós og syngja lofsöng. Mér finnst þessi frásögn og þessa blessanir svolítið vísa tilbaka til þess sem ég var að tala um í upphafinu. Þessa tíma þegar allt hékk saman, þegar heimurinn, vinnan okkar, trúin og lífið var allt hluti af sama rytma og sömu heild. Það sem að sköpunarverkið og fuglarnir voru ekki bara einhver dýr, alveg óháð okkur, heldur systkini okkar í sköpunarverkinu sem taka þátt í að lofsyngja Guð og þakka fyrir allt sem er. Og á tímum þegar við erum alltaf að færast lengra og lengra frá náttúrunni, þá held ég að sé óverulega dýrmætt að við gefum okkur tíma til að hvíla í lotningu og styrkja tengslin við sköpunarverkið sem við erum hluti af. Og ég líka viss að það hjálpar okkur að virkja og halda umhverfis- og samfélagsvitundinu okkar vakandi, baráttunni fyrir því að gæta að sköpunarverkinu í heild sinni. En það að iðka keltneska íhugun, það felur það í sér að við temjum okkur að sjá heiminn sem heilagan, að við vinnum að því að upplifa að við séum alltaf á þessu sem þeir kalla þunnan stað. Og það að iðka þessa íhugun, það felur bæði í sér að við gerum með, en að það verði síðan bara hluti af okkar lífsreikna. Og ég tók hér allt síðasta sumar í það að þjálfa þessa hugsun, að fara út á morgnana, horfa á trén og fjöllin og leyfa mér að vera meðvitaður allt lífið sem ég var að horfa á. Að vera meðvitaður að það er sami lífsandi sem flæðir í mér og því. Og jafnvel þó ég sé ekki búin að iðka þetta með beinum hætti í vetur, þá finn ég hvað þetta lifir í mér. Af því að þessi íhugun, hún skapar lotningu fyrir náttúrunni og þakklæti fyrir lífið. Maður getur henni ekki tekið einhvern sem sjálfgefnu ef maður er búin að leiða hugan í þessa átt. Að Guð sé undir og yfir allt kring og í öllu og með okkur í öllu. Ljóðkeltana, þjóðsögurnar þeirra, helgisögurnar, sálmarnir og blessanirnar, þær benda okkur á að Guð sé í hversdeginum okkar, að Guð sé í náttúrunni, í lífinu sjálfu og að það sé okkar færi að opna augun okkar fyrir því. Og ég er með smá áskorun eða svona þetta 10 sekúndna íhugunaræfing sem að ég nota gjarnan sjálfur á mótnana. Þetta tekur 20 sekúndur, ég segi 10 sekúndur, 15-20 sekúndur. Bara þegar við förum út í fyrramálið, að við bara stoppum aðeins í sporunum okkar. Öndum djúpt inn og lokum augunum. Við sleppum spennunni í öxlunum og við bara leyfum okkur að upplifa það sem er í kringum okkur. Ef það er rigning, þá bölvum við ekki rigningunni. Ef vindurinn blæs harkalega á okkur, þá bara leyfum við okkur að upplifa þessi sami vindur sem hreyfir okkur, hann skapar þytinn í trjánum. Að sólin sem er að skína á okkur, hún skín líka á jörðina og gefur sjálft lífið. Að rigningin sem lendir á andlitinu okkar, þá nærir grasið og blómin. 10 sekúndur bara til að taka á móti og vera þakklátt, jafnvel fyrir slagviðrið. Það er svolítið kraftmikið. Það er rosalega magnað og það breytir viðhorfum okkar út allan daginn. Að byrja með því að taka deginum eins og hann er og beina huganum í áttina að þakklæti. Og þetta tengist inn á það sem Jóna var að segja, að maður tekur ákvörðun að trúa. Ég tek ákvörðun að vera þakkláttur fyrir regnið sem er að gefa mig holdvotan þessar 10 sekúndur sem ég stend hérna. Þetta er í rauninni allt. Þá er ég búinn að fara örlítið yfir hverju keltarnir voru, hvað þessi keltneska íhugun er.
Þannig að bara þakka ykkur fyrir að hlusta. Ég held að við slökkum út í tíma.